Syndaselir komnir í gang og Svenni byrjar með vatnssopa. Já, ég fæ mér eitt Fennibrænka. Eitt Fernet, drykkur vikunar, tilkynnum það bara leið. Fennibrænka, í bóði Mekka. Og þú svona búin að kíkja aðeins út í vikunni. Já. Smá, eða svona aðeins. Ég fór út eftir síðasta þátt. Já. Nú þeir aðeins að fara í gegnum vikunum mína. Já, þetta er nefnilega búið að vera vika, sko. Já, að því ég fór út sko síðasta miðvikudag, þá ákvaði ég, tók ég þessu ákvörðun að vakna og fara í gegnum daginn, það var alltaf svona töluvert drukkin. Þú líka vaknaði svo ferskur. Já. Og þú varst í svo góðu stuði. Það lá vel á mér. Mjög. Já. Og það sniðu að við þetta er líka, að í staðin fyrir að sko, þegar maður þarf að reyna að rífa sig í gang fyrir einhverja drykkju, þá verður aldrei gaman. Þannig það er úrst að sniðu bara að vakna og hugsa bara í dag er dagur. Já, þetta er svona alltaf sísta moment. Skyndi ákvörðun. Já. Þannig að ég kem hérna inn og hugsa bara ég ætla þetta og ég drakk held í 4 bjóra yfir þættinum og fekk mér smá mikið Gentleman Jack sem að drikku vikuna þá. Hann líka rennur vel sá drikkur. Og þannig að þegar við erum búnir að taka upp að þá er ég orðin bara alltaf fullur. Já. En lá vel á. Já, bara geggjustu. Já. Þannig ég þannig ég var eitthvað svona þvæla sprömm og eitthvað, endaði svo satt hérna daldið, hitti mikið að skemmtilegu fólki. Ákveði að skrá mig í tennis. Ok. Bara all in í tennis. Já, með Ólöf Skafta, vinkunum minni. Já, ok. Og þannig að ég ákveði að skrá mig í tennis. Hún er að spá í að reyna að verða sko forseti tennissambandsins. Og á hún séns í það? Já, hún er að hitta maðurinn sem hún er með í dag, Magnús, að hann er forseti. Ok, hún ætlar að... Þannig að þetta er svona bara skipta stól. Steipa honum af stóli. Já. Svo var ég komin mjög langt í þetta við einhvað því að sko, þú veist, er þið ekki bara forseti ISI, íþróttasambands, ég var komin mjög langt í þetta mótana. Þannig að ég byrjaði eitthvað að spá í því og svo fór ég bara að þvældis fór heim 7. Þú náðir því? Já, en það er líka því að þá fannst mér svo klukkan væri svona miðnætti. Manstu, við mátt talað þetta, að dagdrykka getur klikkað. Já. Þarna klikkaði hún ekki. Nei. Og þannig að ég dreif þá heim, en það er líka vegna að ég var komin í þetta geðrófs ástand sem að dagdrykki getur orðið. Já. Það er þetta, sko, þú ert orðin svo drukkin og þú fattar ekki tímann, sko, hvað klukkan er. Já, en samt í ákvætt, sko. Já, í staðan fyrir að halda áfram, sko. Já. Nei, það hefði farið óöfni. Það hefði verið erfitt, sko. Já. En svo fyndið þau á jamminu, sko, að skrási í tennis, að, sko, það er allt svo góð hugmynd náttúrulega í glasi. Já, sko, ég ætla að kaupa með spaða. Já, ég er í padel, sko. Þú er í padel, já. Ég á spaða. Já. En, sko, er padelspaði og tennisspaði saman? Nei. Nei, en sko, það væri gott að geta fengið í padel, þegar okkur vantar oft aukamann. Og ef þú kann tennis þá er Sidekick, ég kann ekki tennis sko. Já, þegar þú verður mæstró Ég er góður í tennis sem að tekur mjög þegar ég er forseti tennisklúbsins þá mætur í padel. Ég er búin að taka Ólöf Skafta og fleginni bara gangiði vel Ólöf. Svenni er á eftir þessu. Býttu bara, hann mun ná flottri sveiflu. Eina æfingu. Ein sveifla. Það fyrsta byrjum við fara með stjórn. Já. En svo rúlaru heim bara að snemma og það er ákveðið afrek út af fyrir sig. Það er bara frábært afrek út af fyrir sig og þarna og já, og svo er ég eitthvað svona þvælis í brum, hvernig var þessi vika mín eiginlega? Sko, þú hefur vaknað á 5. deginum ryðgaður gerir ráð fyrir. Já. Já, þá fór ég og fekk mér þarna, þá kíkti ég á snaps. Þá ferði á snaps? Ok, það fari ég fórum brunns. Sem er orðin svo smá uppáhals. Segi ekki uppáhalds, en það er svona, það er stemning yfir því. Þannig ég setti sér barinn, fekk mér egg Benedict og hún setti þín. Já, það ekki. Jú. Þetta er uppáhalds, sko. Ó, þetta fíla Danni. Og er gott starfsfólk þarna og svona, er gott væp? Nei, þú veist, jú, þau meina vel. Já. En það pirra mig, sko, ég ætla að fara bara út í það, að það pirra mig smá þegar það er ekki einn Íslendingur á vaktinni. Ég ætla að spyrja, sko, er einhver Íslendingur að vinna þarna? Nei. Og ekki það, þau eru bara öll velmeinandi og mikil Austur-Evrópa, eða þú veist einhver þannig eins og bara er en já, mér finnst smá svona örlítið vant upp á þegar þú veist það vantar, þegar mér finnst bara að hafa einn þú veist allavega íslensku mælandi, mér er drullu sama hvaðan þú ert, hvaða liðið er, sko. Mér gæti ekki staðið meira á sama 100% sammála en
þú veist, að það sé allavega, þú veist, einmitt, íslensku mælandi skiptir máli. Tökum gott dæmi, nú erum við með sko, að mínum mati, eitt besta veitingastjóri á Íslandi, sem heitir Irma og veitingastjóri á Skál. Já. Hún búin að búa hérna í þó nokkuð mörg ár. Hún, þú veist, talar oftast ensku, en hún samt alveg reybrennandi, finnst mér, á íslensku. Já, hún hendir í íslenskuna. Þú veist, ég veit alveg þegar hún hittir íslensk ból sem að, hún grípur alveg íslenskuna. Já. Og þannig að þetta svona skiptir máli. Bara A for effort. Einmitt. Það er til að benda Þóri Bergs, eigandasnafs, senda liðið á hraðnámskeið á Mými. Íslensku námskeið. Heyrðu, og það verður að vera með sko íslensku námskeið með fókus á veitingageira tal. Ein steik. Takk. Ein steik og einn jack og þú veist, og jacka mér þess að enska þannig að þú veist, þetta er bara út halva leiðin þú veist bara að segja 1, 2, þetta er basically læra 1, 2, 3, 4, 5 svo þarf til ekki að læra 6, 7, 8 já, þú þarf ekki að læra meira en 8 þegar á 9. þá getur þessi stopp og já, þá getur við bara tekið bara hendina, nei þú erum góður sko, þetta er nei, já og 1 upp í 9. Og borð fyrir, já. That's it. Þetta er ekki og má ég sitja við barinn. Alltaf bæti í. Hefur ekki að halda þetta náttúrulega bara. En sko, ég ætla að fara aftur á snapsbráðum. Ég elska umhverfið, en þetta var orðið svolítið iffi. Vissið þú að ég æskuvinur sonar Þóris? Danna Takafúsa sem sonu Dóra Takafúsa sem vinkona mín. Rétt. Hann nefnilega, hann Danni Takafúsa, gulla manni. 2 barna faðir. Og bara, hann svo góð. Og 2 barna faðir. Og 2. Þvist, hann bara hendi í. Ja, hann frábær. Leikari og hvað, 1/4 Japani eða eitthvað? Já. Eða þú veist, það er svo gott krydd sko. Já. Þú veist, svona það var ekki gott ef við myndum taka svona heimild með svona Takafúsa. Dóra Takafúsa vill meina það að séu bara 8 Takafúsa eftir í heiminum. Þaraf eru 4 á Íslandi. Og börnin hans Danna. Já, og Dóra 5 á Íslandi. Það ekki Dóra bara ætliða? Eða fara með þeim í ferð til Japans. Hefur farið til Japans? Nei, ég vil með langar sem fara til Tókjó. Farið með Dóru? Já. Já, þú veist, það er svona smá svona ferri með Dóru. Já, þú veist, ef eitthvað. En þarna hérna með lokal, eitthvað svona alltaf þannig. I'm one with the locals. En þannig að þú ert bara ég bara brattur og svo átti ég bara helgina bara í rólihittunum eins og sannur. Nei, svo fór til New York, hvernig læt ég? Þú fórst til New York? Hældi ég að gleyma því að hafa farið til New York. Þetta ferðaður maður hérna. Og veðraður. Ferðaður og veðraður. Nei, ég fór, það var nú samt bara að þetta vinna. Þá algjörlega. Þetta eiginlega bara stuttferð líka. Hittirðu á írsku vinnina? Herði, ég hitta þá, en svo gerði ég líka eitt. Ég fór með þeim á þarna mexikanska veitingastað sem heitir La Esquinita, við viljum meina. Já. Og þetta yndislegu staður. Þannig ég einhvern veginn dró allt fólkið mitt með þangað. Svona stemmingu, margarita. Ég fekk mér eina margaritu. Michelada. Bjór og Michelada. Svo þetta bara stutt. En keypti mér iPhone. Keyptir iPhone, maður sjá. Ertu ekki búin að vera bara alveg? Búin að vera að flagga. iPhone 17 Pro Max. Pro Max. Oh my god. Ja, grande. Og svæpið búið að vera gott. Svæpið búið að vera gott. Það var bara mikið í gangi. Stór skjár fyrir flotta myndir af alls konar. Þannig að þetta var alveg ferð til fjörs og fór þangað í Apple-búðina. Fór eftir að búin að fá með margarítu, bjór og hitta írskuvinnu mína. Þú fórst þarna mjög seint, sagði. Fór í Apple-búðina á 5th Avenue sem opin allan sólarhringinn. Pældi geðsíkinni. Pældi ég vera á næturvakt í Apple-búðinni. Ég veit það. Ég hugsa að það væri töluvert meiri peningur á kortinu. Það hefði ég keypt mér ýmislegt. Já, mist sig. Það er mikil öryggisgæsla. Já, ég trúi því og þú veist og fólki sem mætir, svona fyrir utan þig kannski, gæti verið helviti tæft. Já. Eitthvað nætur. Ég held að ég hef samt verið tæpa sem aður. Svo er það. Þannig að þetta var stemning, en þetta staður, ég ætla að finna út, ég ætla að senda á þarna Syndasilli fyrir okkur fáu hlustendur, að fáu fylgjendur þar. Já, á Instagram. Já, á Instagram. Ég ætla að senda nafnið á staðnum, að þetta góðu staður. Já, komið á Instagram. Við erum með fullt af svona tips þar. Já,
við erum að virkja okkur. Við erum að detta í gang. Nú ertu komin síma, þannig en þetta var dásilegt. Pældi í viku, bara eitthvað, taka svona 2 daga, smá New York, koma svo heim og svo smá í gær. Jólastemningi Bandaríkjunum. Það vantar smá jólastemningu heima. Ég ósammála. Hérna sitja til þessi jólastemningu. Veistu hver ég labbaði fram hjá í gær eftir ég var búin að sitja með vinkonum minni að því svo fór ég út í fyrradag og í gær. Pældi því. Þylgjum nýting. Það búið mjög góð nýting á einni viku. En ekkert, þú veist, fyrir utan dagdrykkjunum mér. Já, svo fór út á laugardag líka. Hvernig læti? Ég er búin að gleyma það. Ég hvíld helgina, en ég fór út á laugardaginn. Þú hvíld á sunnudeginu, kannski. Og föstudeginu. Ég hvíld á sunnudaginn. Vá, bara eins og Guð vildi. Já, ég fór í partí, ég fór í mjög skemmtilegt partí á laugardaginn. Fór í kaffi, heyrði, nú þurfum við aðeins að spóla þetta. Fyrirgeðu, sorry, það ADHD ádirandur. Mikið. Ég er búin að gleyma öllu. Þannig að það sem ég gerir sér, að ég kem heim á laugardeginum frá Bandaríkjunum, sem er bara að vinna. Og á laugardagsmorgninum, þá var mér boðið, þá býður Brynja Skjaldar vinkonum mín. Og fyrir gestur þáttarins hún býður mér í boð og þetta er svona fransískina hittingur hún og Anton Fons hann er svolítið skemmtilegur legend. Já, ég hef mjög gaman á honum við fórum að spila einhvern tíma hann er mjög skemmtilegur hann er geggjaður svo fórum við saman í kosninga vorum að spila það var spil líka heyriði, og þau eru fransískinni og þau eru með svona fransískina hitting góð fjölskylda Brynja er líka frábær. Brynja er geggjuð og öll fjölskyldan að það líka. Skemmtilega. Heyrið, þannig að öll fransískinu mætt nema það eru 3 sem eru ekki fransískinu sem að fá að koma með. Það er ég, Sandra Barilli og Jakob heitir hann. Já, og þetta er bara svona algjör heiður. Já. Og þannig erum við bara partur af þessu San Franciskinum og þannig að þau bjóða heim og átt að vera eitthvað að spila kvöldi svo verðum bara svo full og Já, hvað finnst þér spil? Fyrir í réttir stemningu, já og það þarf að vera þetta moment sem að þarf að nást bara, nú byrjum við að spila og það getum að fest í því sko. Já. Þú veist, ef það er stemmari fyrir en ef þú ert orðið fullur það er eitt í þessu líka og ætlar að fara að taka upp og fara að mynda spilið og læra nýtt spil er martröð það er eins og pynting fyrir mig að einhverja útskýra flókið spil og maður er bara eitthvað sötur á bjór ég var ekkert einhverju fyllir með systur minni og frænkum og fleira og þá átt að fara að spila eitthvað spil sem heitir eitthvað Heil Hitler eða eitthvað þannig að byrju Secret Hitler það heitir Hitler did nothing wrong bara geggjaspil og það var eitthvað ógeðslega flókið og örgulega mjög skemmtilegt en svo hugsaði bara, að ég get ekki það sem gerist þér að ég er hægt í þessum fransískin hitting með Anton Fons og Brynju Skjaldar og fleirum og svo þarna ég er bara stemning í hópnum og ég fór aðeins út og hitti Raff Svansson, hann var í bænum okkar maður, hitti hann í 1 hvítvínsglas hefði átt að vera fleiri Býtu voðalega eru þið eitthvað þægir saman Já, en það var bæði að þegar ég var að hlakka sem er að fara aftur í partíð það var gaman það var svona sidequest og svo voru eitthvað svona það var eitthvað svona vafasamt lið þarna sem ég var ekki alveg að mega heldur á vinstúkunni þannig að ég fór bara aftur í partíð svo er nýkomin aftur í partíð þá vilja allir fara að kaffibarinn og ég er bara með allir virðingu fyrir kaffibarnum ég skil stemninguna, ég veit hana ég var í henni en með allir virðingu, ég bara á ekki séns lengur, en fór beið í röð good sport og beið líki röð bara með svo skemmtilegu fólki eiginlega skemmtilegasti parturinn var að bíða í röðinni og hún er komin aftur, hún var ekki hún stoppaði, hún er svo sannarlega komin aftur það er langt, það er aldrei síðan kaffibarinn er bara búin að vera að pick up hella alltaf mikið sko og ég fagna því ég meina kaffibarinn á að vera þetta legendary þú veist, atrið sem þetta er eða var en svo 2015-16 en það sem er og gerist það var ekki gott en þá datt hún eiginlega niður fyrir COVID og var eiginlega hættur að einhverju leiti finnst mér en ég var líka sem alveg kannski ekkert búin að vera mikið þar heldur það var aldrei röð, það voru bara túristar eitthvað í úlpu að dansa á MDMA það er orðið allt annað sko. þú veist það er ekki
þýsku ferðamaður nýbúin að vera í ísestum á ferðalagi og að fá sér taka e-töflu og sko þegar þú lappar inn á kaffibarinn þá lapparu inn í dansgólfi þannig að þú verður einhvern veginn að tróða þér í gegnum þannig að það þjóðverja það stemning þar en það bara kannski bara, þú veist, ég á ekkert mikið meira eftir að þessari stemningu en allavega, það sem ég gerist að ég fer samt á barinn fæ mér hitti þar einhver strák sem manstu því ég ætla að fara í þarna hlaupa þetta langa hlaup í fyrir að hitti fyrir það Súlur vertikal ætla að hlaupa 100 kilometra gerði það sjálfsögðu ekki herði, hvað gerist? Ég hitti strák, Pétur bara, þakka þér bara, elsku Pétur og Pétur svona, þetta er hlaupari mikill og hann sem sagt hann sem sagt mágur hennar Brynju Skjaldar hann með systur hennar hlaupari en fer samt á kaffibarinn og var í stuði en það sem gerist að ég fór út eitthvað svona ég var að segja svona hálfu ári fyrir þetta hlaup þá ég eitthvað svona fer ég eitthvað út þetta er rétt á hann ég tek hálfsás pásuna góði þá fer ég eitthvað út með Haraldara sem maðurinn að Brynju Skjaldar hann er skemmtilegur líka hann er alltaf res og þarna úr Eyjum og hann þarna við förum saman á Ölstofuna og sittum þar eitthvað og ég eitthvað keðireikja og að monta mig ótrúlega mikið af því að ég sé að fara að hlaupa 100 kilometra að stefna í það þú veist, á 11. sígarettu og 7. bjór þá ég bara, svo ég náttúrulega að fara að hlaupa svo ég að fara að hlaupa 100 kilometra eftir hálft ári eitthvað svona ógeðslega ánað með sér það líka nóg bara að tala og þessi Pétur sem bara í svona toppformi hlaupari og hann eitthvað, ég var það viltu ekki hafa makkir með þér og hlaupa ég hleyp bara með, ég bara, skráðar í þetta og sko skránungi gældi kostar alveg bara 10 kall per kilometr hann bara on the go, skráði sér hlaup nei, og þú hann í feeling eins og þegar þú varst að skráði í tennis þá hefur hann gýraðist þessi gæi og orðið strax fórseti tennisklubsins ég strax sko farin að taka Ólöf skafta af þessu valdastól sem er ekki svona á bara gangiði vel Ólöf sko þannig að þarna ég ógeðslega máttinn skráði mig þetta og svo náttúrulega verður ekkert úr þessu hlaupi á mér ég fer bara detta aftur í það og bara í stuði og hef ekki hlaupið sko kílómetri nema bara eitthvað smá réttin í Rúlásfell þú labba rösklega kraftgangan og þarna en það sem að gerist að hann er eitthvað fúllut í mig þessi herramaður þú veist eitthvað, þegar hann fór sko hann tók þetta, hann hljóp og hann slasaði sig í hlaupinu Pétur, elsku Pétur heyrði, Pétur hitti ég á kaffibarnum og var hann búin að hann er ekki búin að jafna sig ekki búin að æi hann var súr skammaði mig og bara þú ert líkari og ég búin að ég veit sorry ég nefndi ekki að hlaupa 100 kilometra svo var líka búin að reyna að hafa samband við Instagram eitthvað, kemur ekki hlaupi ég náttúrulega langu hættir og þú hefur bara það er svo gott að vera ADHD-gasti og ákveða alltaf að fara að gera eitthvað svona að því í huganum þá ég búin að hlaupa hlaupið sérstaklega þegar þú talar það þá líður manni svo vel og ég talaði mikið það í syndasunum svo er ég alltaf að fara að hlaupa 100 kilometra og þess vegna maður ekki að fá sér í glas og eitthvað og nú er ég komin í form og en þetta hlaup ekki þannig að Pétur hann hafði verið skammaður að Pétur greið bara á kaffibarnum líka og ég svo ekki vaknaði daginn eftir og ég var í smá mínus yfir þessu því að það sem ég gerist að ég hugsaði bara, ég get ekki verið hérna kaffibarnir lengur þetta með eitt súran Pétur og einhvern veginn og allir og líka sko hann tók alveg þannig og var bara eitthvað Aglan Smári sem er sko legendary handboltum var í Val hann var búin að segja að þú myndir ekki gera þetta Emilía, kona mín var búin að segja að þú myndir ekki gera þetta þessi og fór hún að telja upp nöfn sem var eitthvað því hann hafði vist fullar trú á mér svo var hann að telja upp svona ógeðslega mikið magna fólki sem er partur sem ekki þekki mig svo var bara ekki, neina, hann er ekkert að fara að gera þetta hann er ekki að fara að standa við þetta þú veist, verður ekki treyst á Svenna fylg dramadrottning þannig að þú veist þannig ég var komin svo mikið mínus þetta er langt síðan yfir þetta, mjög langt síðan en hann slasaði sig og þú veist ég vona hans kannski en hann ég endaði svo að því að fara bara til góðvinkonum minnar og fekk mér einn drykk með henni bara eftir hvar var það? Bara heima í henni, heimhúsi huggulegt þannig ég vaknaði smá bömmur yfir þessu og hugsaði, ætti að senda á Pétur svo ég segi, nei, ég ætla bara að vonast til þess að hann hlusta á syndaseli og hann fær bara hér og nú mína afsökunarbeðinni
afsæki Pétur. Ég vona að sé búin að ná sér, sko, með meiðslin. Ég vona það líka, sérstaklega það. Og Pétur bara duglegur, hann hleypur Pétur 100 kílómetra. Já, og ég vona nú að hann hafa haft einhvern í kringu sig þarna til þess að... Já, hann þekkjur allir í bransanum. Já, þetta eitthvað svona hlaupadrengur, myndalegur hlaupadrengur. Þessi hlauparar, sko, þetta líka bara ákveðin heimur út af fyrir sig og þannig svona legend sem svona aðalgægin. Já, og þetta þarna óbærilega Mari sem hleypar og gjamar. Óbærilegi Arnar, Pétur, nei, veitir hann. Arnar, Pétur, Svangveit, hvað heitir hlauparinn hann ég fattaði leið og ég sagði þetta var alveg, hann heitir aldrei Arnar og hann svona gæi sem tekur þátt í öllum hlaupum, legendið, vinnur oftar en ekki, en þegar hann vinnur ekki, þá fyrir hann svo tapsár, þá fyrir hann í fílu, segist þér veikur og einhvern tímann þá hljópa hann bara mjög nýlega, það var eitthvað hlaup Íslandsmeistara mótið eitthvað hann hleypur sko aðeins út af brautinni óvart, hann var dæmdur úr leik og hann vann samt eða eitthvað og hann fór í smikla fílu og þú veist og málega þetta eru hörundsari hlauparar já og líka svo hann með svo mikið af fólki sem svona jáfólk í kringum hann og hann bara eitthvað, þetta bara fárulegt og allir bara já, þetta fárulegt gamliði þú ert flottur eða skilur eitthvað svona og þetta ótrúlega stór svona menningakimi sem að við bara finnum ekkert fyrir og einn ástæðan fyrir ég veit þetta að félagin minn svona svolítið í hlaupi og hann hendur alltaf svo slúður í mig og ég eitthvað Arnar laka til að segja syndasilum frá þessu já, Arnar veikur í hlaupi það útskýrir þriðja sætið en sko ára fyrir pásu þá ætla ég samt að segja ég er samt búin að fara tæplega 100 sinnum upp á Úlfarsfell síðan í mars á þessu ári. Wow! Þannig ég ætla að gefa mig það. Wow, og hvað stefnir á? Ég stefni ekki á neitt, sko. Ég bara fattaði þetta en ég fór eitthvað svona, þú veist, að því merkt eitthvað við, einhver svona strafatrið eitthvað. Já, og svo fór eitthvað að skoða þetta og var eitthvað... Ertu að strafa? Nei, ég negli ekki aldrei út að strafa. Já, bara næsa bara... Já, fyrir þig? Fyrir mig bara. Já, þú getur að followa fólk og eitthvað, nei. Followa Stjána. Stjána, já, það er ákveðin endarstöð að missa sig á strafa og svona, þú getur sendt skilabóð eða þú getur svona verið eitthvað það var fínt hlaup strafa bara ekki einhver svona dating ég hugsaði strax fram í allt strax þú að hlaupa svona mikið, já, Ingibjörg þetta er flott, er maður hann að hlaupa með þér? Nei, ég verði á Úlfarsvelli ég tek alltaf 4 hringi Úlfarsvell áður mæti vinnuna þetta er óbærilegt lið fullkomlega glatað lið tökum pásu Jæja, komur aftur. Herðu, Svangveit búin að fá sér kaffi. Svangveit komin í kaffi, ég er í vatni, svolítið boring, en ég minna. Já, þú í einhverju edrú pásu núna? Já, smá, sko. Ok, það búið að vera fyllir á þér, eða? Nei, sko, aðalega í stúdíó. Já, búið að vera mikið að gera. Já, og sko, sem söngvari, þá getur maður ekkert verið að fá sér bjór í söngtökum ég vil, bara gítarleikari ef ég var gítarleikari bara, þá myndi ég bara liggja í því, skilur Talandi það, bara rétt innskot ég var að horfa ótrúlega flotta heimildamynd sem á RÚV hann sem var í Pink Floyd, hann Syd Barrett já, hann misti vitið hann tók aðeins mikið LSD en ótrúlega sorglegt ég mæli með þessari mynd hann var hellaði töffari sko. hann heitir Syd Barrett einhver remember bara mæli með já ég ætla að horfa á þetta RÚV á til að negla út góðu stöff veistu það segi ég sem dagskrárgerða maður sú stofnun stundum geggjuð inniskór og golla manstu, kaffi herðu, aðna sko, ég ætla að sko, það gerist ekkert í vikunni, ég fór í stúdíó bara, þú veist, whatever en það gerist eða mesta sem gerist í vikunni gerist bara núna frá því ég labbaði að heiman og hingað labbaði Laugaveginn og ég datt í svona feeling svona, ekki bara strunsa áfram heldur ég var mjög mikið að horfa í kringum mig þetta var ekki atvikið, en þetta var svona á leiðinni ég horfði á Harrys staðinn veist hvað staður það er? Já, sem á Laugaveginum efst þau eru farin í 5 daga frí, það stóð bara vetrafrí það er vetrafrí, já og mér finnst þetta svo flott ég veit ekkert um stað og ég veit aldrei farið ánga og ég mun sennilega aldrei. Stóð eitthvað svona á hvað tímabil þetta verið? 27. til 30. Og mér finnst þetta svo skemmtilegt eins og að henda bara með í gluggan bara hei, við erum frí
bara á Bic-pennin bara, já og við það svo sjarmerandi, sko en það heimilislegt en svo allt í áfram og sé þarna Farmers Market og fyrir að hugsa þessa klúta sem allir eru með hálsin Óla klúturinn, kýs ég að kalla þetta já, sko að labba fram með Farmers Market ef einhver maður myndi klæðast bara fötum úr Farmers Market Ertu búin að Teitur Sjöt okkar maður, hann núna eitthvað svona forseti barþjónaklúbsins og á einhverju rosa ferðalagi heiminn með einhverjum herramanni sem að keppa í þessu Íslandsmeistaramóti já, vörklass það er verið að taka þetta ekki vörklass okay. þetta er barþjónaklúburinn það eru allar nælurnar einasti maður á þessum stað lítur út eins og sko starfsmaður, eitthvað svona, þú veist 10 ára reynsla á frætis þetta er svo skátarnir þeir eru bara neglís einhverju svona þetta er starfsmaður frætis eða skátarnir það eru allar nælurnar í boði heyrðu og hann þarna allsætt og líka með eitthvað svona hálsmenn svona eins og forseta hálsmenn já, svona forseta, svona borgarstjóra hálsmenn líka heyrðu, Klifti, hann lítur hann Teitur, gjamandi með flægara klútin Teitur frábær, pepp með hann, dýrkan geggjaður, taktu klútin að þér Teitur, burt með klútin og ég elska að við höfum verið fengnum til að kynna einhverja ársatíð íslenska barþjónaklúbsins og djöfull sem við skutum á þessar nælur og eitthvað og það sló ekki í gegn nei, það var lítið húmórinn skutaði penning fyrir það ennþá shit, það er millafræði geggja, ég er mitt gaman að fá svona happy penning ég er svo fucking blankur, sko, það er ekki fyndið sko atvinnuleysur flottir, semi en allavega, ég get ekki hangið með manni sem klæðist bara fötum úr Farmers Market þetta er, og þetta svona Indiana poncho líka svo teppið, klútur og þetta er ég bugaðist bara við að horfa á þetta allavega ég held áfram og svo er ég að labba ég er komin í göngugötupartin og ég er að labba og ég er með í eyrunum tónlist og allt í einu heyri ég bíp fyrir aftan mig bíl og hann var búinn að vera örugglega fyrir aftan með einhver tíma eða svona, ég veit það ekki af því ég náttúrulega heyrði ekki neitt hann flautar á mig, helvítið og ég sný mér við og ég er smá göngugötu perri ég þoleil ekki þegar bílar eru að keyra þetta þannig að ég hendi smá svona hendur upp svona, göngugöta eitthvað og gæi hann rúlar niður glugganum og er bara eldri kall, hvað djúvis og ég eitthvað, þetta er göngugata og hann eitthvað, sérði ekki skilti hérna, það var þetta eitthvað svona fatlaða merki og ég eitthvað og ég sagði bara, heyrði, mér er eiginlega bara alveg sama, þú þarft ekki að keyra hérna Laugaveginn og hann bara, þetta er sko bara fárulegt og þú ætti bara skammast þín já, ok, ég er komið hot take sko hvað er með það? Þú veist, halda áfram samt ég ætla bara já, ok, og ég sem sagt segi, heyrðu gamli ég segi, þú ættir nú bara skammast þín sjálfu gamli og hann svona keyrir í fússi og fyndna var og svo tekur hann bara vinstrið upp klappastígin þannig að hann þurfti svo innilega ekki að taka Laugaveginn þó hann hefði verið með fatlaðamerki þetta er forréttindi blinda skammastu þín haldið ég að vera kast, þú veist bara, Guð forðið mér að ég þurfu ekki að setja þetta merki á bílinn nokkuð tíman en sko, að því sögðu þetta er sko, fyrir utan það að þá er náttúrulega búið að rampa upp þessar Reykjavík ég veit ekki tala það var sko rampað og rampað já, bara flott og nú ætlum ég að koma þetta er spurning þetta er já hana og við skulum setja manna inn á eftir á Instagramið við erum ekki búin að vera með hana lengi það er að því ég með teika á þetta ok, þú ert á stað og það er fallara klósett finnst þér í lagi að nota það já eða nei? Já sammála ég heyrði þetta einhver tíma að það sagði einhver, fallara klósett er svo að fatlaðir geta nota klósetti líka en þau geta alveg beðið eins og hver annar þó að þau séu hjólast þú getur beðið þó þú nú reyndar myndi kannski einhver koma og vera eitthvað já en þú veist þau eru með eitthvað svona viðkvæmara apparat þá hefur ég segja ef þau eru með það af hverju þá ekki bara þvæðleikur já að gera og ég myndi vera nýta tækifærið ég myndi fá mig þvæðleik leið ef það væri eitthvað svona á mér af því að pældi lúksus en er þetta ekki rétt þú veist að þetta þú ert með fallara klósett sem raun og veru bara búið til að það er í stærri kantinum það eru áhöld þú veist það eru stóðtæki og þannig að ég
þá getur þau bara nota það. Og það er þetta að nota það, en þú veist, svo eru þeir oft í bleium. Það er engin ástæð fyrir því að, þú veist, að það er alltaf að standa tómt og svo eru við bíðandi alltaf í röð, fattur við. Og jafnvel, ef þau eru með hausinn, þú veist, í lagi, og nú myndi eitthvað segja, ég væri forréttindablindur og ég ætla að neita fyrir það. Bara leið, bara þú ert að svara bara fólkinu, bara jafnóðum. Og það er eins með þetta, að vera brunandi þú brunar ekki á göngugötu bara því að þú ert með líka sko, P-merki á bílnum. Hann hefði getað keyrt bara klappastíðin. Margar aðrar leiðir. Já, þú veist, og ég lappaði svona miðju götunni, sko, alveg. En sko, með hjólastóla dæmið, ef þú ert, þú veist, ekki, ef þú ert með hausinn og þetta er bara eitthvað svona lömun, þá náttúrulega bara er auðveldara fyrir þig að bíða ef eitthvað er, að þú setur. Skilur við? Þú vil meina það að þetta sé ákveð komfort. Þetta er bara næs, þú getur fengið, þú færðir ekki sæti, nema kannski í byrjun, þú veist, alveg til að byrja með, en svo situr þú bara og chillar og meðan að Svenni pissar. Og stendur og býður, hugsa sér. Já, og svo þarf þú að standa í spreng. Nei, sko, og svo sagði nú einhver mér að þau væru stundum í bleium, sko. Já. Þannig að þú veist, það getur líka hjálpað. Já. En það veit ég ekki og nú skulum við fara úr þessari. Já, nú skulum við spóla raklis úr þessari. Ég ætla að biðast afsökunar, bara leið. Það ætla ég ekki að gera. Nei, ekki heldur. Þannig að, já, mér brá svolítið, skammastu þín. Er svolítið svona, en líka varst þú hann íðulega hann þarna sem eitthvað fyrir að hann verið fatt, að þú veist eitthvað svona. Nei, hann sagði eitthvað, sjáðu skilti og ég sagði eitthvað, mér er bara alveg sama. Já, það fauk ég hann þá. Já. En hann var samt fúll áður en ég sagði þetta. Ég hefði ekki verið fúll ef hann hefði verið eitthvað, heyrðu vinur, sorry, en ég er að keyra hérna. Hann var fúll, ég var fúll, hann var fúllari. En hvernig er með þessu göngugötu þarna? Þú veist að sko, ég hef aldrei orðið fúll yfir því ég sé bíl þarna á þessu göngugötu. Ég hugsa ég færi mig bara. Hann bípaði á mig. Það er þegar þú flautar. Hann flautaði, sko. Það er, já. Veist, og ég bara eitthvað, og ég var líka, þetta var svona, ég var 3 metrum frá því að beygja upp klappastíðin, sko. En hann var fatlaður og lággreinlág og þú veist, bara God bless him, sko, en ég hendi í skammustöðin á móti og ég sé ekki eftir því. Já, ættu að lasta þennan fatlaða mann, eða? Nei, hann hefur örugglega svo slæmt. Já, hann hefur kannski heldur ekki átt góðan dag. Já, og þú veist, og ég dyrka því sé ferðamenn ramba þetta. Þá elska ég típuna sem er komið algjörlega mikið, algjört ógeð að ferða mannum. Já. Sem er bara eitthvað, þegar þú sérði alltaf, þú getur alltaf séð hvers konar afisbíl þetta er. Já, þú veist, þetta er Picanto, þú veist, þetta er Hyundai, einhvers konar E1. Duster. Þetta er Duster, þú veist, og allir þessi bílar, og svo sér það alltaf ferðamannin, sem er einhvern veginn þegar hann búin að fatta hann sé okkur þá er einhvern kvíðagasti keirandi með báðarhendra stýri og orðið það stressaður og hann komið sko allar axlir alveg upp og ég er eitthvað svona fann að skjálfa og þá kemur alltaf ein típa, þú veist, Gilbert úrsmiður eða eitthvað og er bara eitthvað, nei this is a walk in the street. Þú veist, ég skil panikið, sko, einhverju nýju landi og einhver úrsmiður og öskraði og einhver fatlaði gæja öskraði, veist eitthvað. Ég veit ekki hvort Gilbert sé þannig eða ekki, en Gilbert, það var gaman að sjá Gilbert með. En sko, en það sem ég hugsaði líka þegar ég labbaði Laugaveginn er djúvillig mikið að tómu húsnæði maður. Þú veist, það er bara annarhver, sérstaklega ofarlega, það er bara tilleigu og þú veist, mér finnst það svolítið ég veit ekki. Það er erfið tímar. Það er erfið tímar. En heyrðu, mér langaði svolítið að taka þess maður leikina. Já. Það var hérna, ég nefndi þetta í seinasta þetta. Það var Reddit umræða, 100 komment. Wow. Mikið, fyrir íslenska Redditi. Það segir hérna, hvaða staður á Íslandi er með verstu gæðin en í senn ógeðslega dýr? Hvað staður á Íslandi er með verstu gæðin en í senn ógeðslega dýr. Já. Ég er með marga staði. Og ég ætla, sko, bara ætla að hafa þetta svona leiklegt, hafa þetta svona eitthvað voða. Þá ég ætla að lesa upp efstu kommentin og þú segir sammála eða ósammála. Okay. Efsta komment, ég byrja efst og ég vinn mig niður. Og þetta er svona hvaða staðir eru dýrastir en á sama tíma ómerkilegir. Ömulegir. Okay, og ég byrja bara í efsta kommenti. Ok, spenntur. Ok, og nei, þetta er vinsalast og svo vinn ég mig niður. Hamborgarafabrikan. Það var fyrsta sem ég dætti. Já, sem á öllum Íslendingum greinilega.
Ég fekk mér náttúrulega ribba í hambúrgarna þar, glerharður á 7 og 9 eða eitthvað. Já, sko, ég fóð með tengdó. Þau voru með gjafabréf, ein ástæðan fyrir þau fóru, þau glimtu því. Þannig að þetta kostaði þau. Það er eina fólki sem að leta sér bjóða upp að þennan óþverra eru Vestmannaeyingar. Þau hlusta? Já. Tengdamamman var... Já, ég bara, þetta er alltaf leið. Þú veist, við erum bara að segja það. Ég virði gjafabréfið, veistu? Ég líka, gjafabréfið. Ég myndi fara... Látum okkur bjóða okkur ímislegt fyrir gjafabréf. Ég myndi fara á hambúrgarfabrikuna. Meiri segja hambúrgarfabrikuna. Já, þetta var að sjálfsög grín, kæra tengdó. Hambúrgarfabrikan. TGI Fridays Sammála Grillhúsið Sammála Langt síðan farið þangað Já, sammála Er þetta ennþá? Ég fór einhvern tímann, ég og Víkingur fórum einhvern tímann glerþunnar að sprengi samt á Grillhúsið Enduðu bara því að fá okkur nokkra bjóra Það var sjarmerandi staðsetting Þegar Jarlinn var þar Já En sko Allavega, halda fram Hann segir hérna fór það ekki á hausinn Og þá segir einnig það svona semi, þeir eru búin að vera að minka sig niður í einhver takeaway stað hjá Smáralind Ok, já, og það er líka einhver rosa skattaatri hjá þeim, sko, við erum búin að svíkja þetta öllu og bara missa allt og Adesso fór og eitthvað svona Já, vá, Smáralind Þeir áttu það Í alvörunni? Úf, það sem var 11 ára þetta er svíkarhappur Þetta eru Adesso sem var lokað bara af lögreglunum líku við, sko Já, og einhverju eldri borgurum hend út sem voru góðs í kaffi Í miðju krep Hörðu, næsta Rosso Pomodoro Ég er sammála að þegar ég hef bara einu svona farað þangað og þetta sökkar en það er einhver stemning við þetta er búið að vera lengi Já, og þetta eru, þú veist, amerískir ferðamenn og svona fjölskyldur sem eru að ferðast þau hata ekki að fara þangað Þetta er náttúrulega túristagildir og þeim finnst þau vera svona authentic Italian place in Iceland Heldur þau haldi það? Þau halda það, sko Wow, og þau verður aldrei farið til Ítalíu Ógeðslega gott plott, já, en þeim finnst þau vera á Ítalíu á Íslandi og þetta verður svona ótrúlega stór partur á þeirra ferðasögu Fólk sem að elskar Ítalíu er smá óbærilegt sko. Smá last af fólk sem að svona sem er eitthvað, whenever my heart goes wrong I think about Toscana og svo postaði myndað Instagram og svo kaupaði sko ólífóli á sko 7.000 kall og er alveg svo ána með sig sko. Í staðan fyrir að fyrir bara færikefti bara þarna Barilla eða hvað sem þið fáði bara þarna Filippo Berio bara og grjóthaltið langbest það finnur engin Chili Filippo Berio ólífólían fucking upp á 10 setur bara ólífa á hilluna og færðir Filippo Berio ég held að maður getur sett marga svona Ítalíu perra í blind tasting á ólífólíu og þau myndu ekki finna munin á neinu ég bara 110% bara settu Óla og Steinar Vínstúkun í þetta test og þeir hafa ekki hugmynd hvað þetta er sko herru, það er bara mínu menn sem eru að halda partí eftir, ég ætla að fara eftir halda áfram Óli náttúrulega var gestur og við getum tekið hana aftur í þáttinn og tekið hann í ólífu test herru, annan líka, ég var nú skiptinum á Ítalíu og ég svona þekki ítölsku og ofan á allt, þá er Rosso Pomodoro ekki rétt ítalska þau segja Pomodoro Rosso þannig að þú veist, það er ákveðið svona red flag eða Rosso flag herðu förum þangað einhvern tímann þegar við ætlum einhvern tímann að taka einhver dagdrykki saman förum við þangað og leiðréttum þetta og löpum út sjáum hvort að þau bara hei afsakið, þetta er Pomodoro Rosso og færni branka og svo bara smá komment og einn Aperol herðu, allavega næsti staður á dagskrá það nefnir nú einn gamlan Magga á Texas það náttúrulega er ekki gilt, náttúrulega A maðurinn er látin B fyrirtæki ekki lengur til ég segi hvíl í friði bara heiðarlegu maður Maggi var sauð alltaf hamburgerar nei, nákvæmlega, það er bara geggjör herru, hlaðan á Miðhraun Lava Resort þekkið þú þetta? Vá, hvað þetta er flókið já, ég þekki þetta ekki, en næsta Tres Locos, segir einn sammála, takk fyrir, þetta er maður sem veit já, þetta er maður sem veit Tres Locos er örugglega ömulegasti veitingastæður á Íslandi þetta er mitt mat þetta er mitt mat, þetta er ekki mat þíns eða annars, þetta er mitt mat máli er, að segja af hverju að hann er vel præsaður ég er ekki einu svona einhvern almennt mexikanst þetta er svona amerískt þetta er amerísk sín alveg svo Sushi Social þetta er svona amerískt atriði og eina atriði sem virkar á þessum veitingastöðum er að vera um einhvern risa
bálköst já, svona fajitas já, og líka fyrir fólk sem að ammali að vera sko með eitthvað svona nú kveikjum á blísunu, nei, veistu það ég er sammála sem manni, þakkaði fyrir þetta komment 100% rétt þetta er Reddit ef ekki fara bara yfir í næsta Soulmuffin 22 Soulmuffin 22, hann er alveg með þetta þú bara komst í heimsó Heyrðu, Kopar, segir ég hefur ekki farað á okkur svo lengi Kopar, hvað er Kopar? Hann er niður höfninni, já og ég ætla að verja Kopar smá hér þau skiptir sem ég farað þarna aðsitt á höfnina, mér finnst það bara þú getur hækka prísi smá út fyrir það já, auðvitað, útsýni já, og mist, sko, þeir eru með góðan fisk ég ætla að segja að Kopar sé ekki þarna og þau hafa líka oft verið með þetta 2 fyrir 1 náttúrulega, þú veist að ég grænda það þú ert góður í því já. Þannig að ég segi nei við Kopar sjálfur hérna segir einn snaps ég get alveg það máli færi rauk fyrir því já, en svo segir þessi gæi líka hann var seldur í kringum COVID og, veist, og þar til núna held ég að það var ekki einn faglærði kokkur unni í eldhúsinu en núna er þú að spá comebacki ég er að spá comebacki já og nei, að því að prísin er of hár já, kannski skoða það prísin er of hár og mér skeiðin ekki mikil þannig að vonandi hækkaði ekki verðin, verðbólgan heldur áfram og þá jafnast þetta út kannski já, og bara þú veist, einmitt ef ekki bara vonum það hérna segir einn 110 þannig að seðlabákustjóri sem þarf að breyta þessu já, ég held að hann getur bjarga snaps hann þarf að breyta snaps, okay. 110% fjallkonan já eða nei sammála já, þetta er auðvelt og er einu bara öll línan við þetta við það mengi já, þetta er náttúrulega Sætasvíni, fjallkonan þetta er rosalega dýr staður fjallkonan og það er sama þetta er ekki þú veist, þú ert ekki að þú veist, ekki selja mér í ætta genn einhver treyndýr samborgara á 9.9 sem að er ekkert, þetta er sama ajólið sem er á nota í þetta þetta er alltaf sama partí, þannig að já sumir í þeim kommentum segja sko að hann sé ekki það dýr en kannski er það rétt, ég veit það ekki sko, já mér finnst að þessi staðir sem að þeir eiga bara og með allir virðingu, þetta er náttúrulega bestu veitingum í Íslandi, Núru og Bendó og hafa bara búið sér til veldi sem að þeir eiga bara 100% skili hrós bara fyrir það og alltaf þar á milli finnst mér smá það sem þeir eru að kyrta á og það sem að, sko lofið sem að þeir fá á öllum svona stöðum er að þeir hafa haldið ótrúlega vel að spöðunum með íslensku mælandi fólk já, og mér finnst það, þú veist, það er alveg út af fyrir sig ástæða til þess að fólk vilji fara aftur og aftur já. Þannig að ég skil það vel, þannig að flott hjá það með það því maturinn ekki merkilegur nei, ekki fyrir mig heldur en fólk talar þetta sé allavega en það er alveg, já, og þetta er alveg svona, þetta er svona kynnslók þannig að fjallkonan segir nei já, segjum nei fjallkonan já, nei, hann sleppur hérna segir eitt safran já, samanlega sama bræð af nákvæmlega öllum réttum það er líka minka og minka skamtana sko. svo ef ekki fyrirgeði menn þá fyrir að það vildi ekki þarna að ég gef mér endurgreitt þegar ég baði einhvern veginn einhverja ömurlegt taco sem eru með og þarna og fekk rækjur í stæðan fyrir kjúkling og þetta var einhver megavesen og þau bara ég segi já og þau bara fokkaði þær bara þetta er góða listi hérna segir Hressó sko núna erum við komin í komment sem eru Hressó enn ég held að þessi manneskja sé örugglega að hugsa eitthvað Hressó fyrir löngu síðan já eða núna sko það var ekki ánægð með þetta íslenska partíð nei en núna eru við samt komin í komment sem eru ekkert það vinsæl sko American Style, auðvelt ég er þetta með smá softspot fyrir sko, ég get sagt þið það ég datt í það fyrir ekki svo löngu alltaf ef ég er svona janúar, februar þá tók ég þurfti að segja bílinn minn inn í Kópavogi og já, ég þurfti að segja bílinn inn í Kópavogi sem ég lagt við nýbílaveginn tók strætó upp í Kópavog fer einn og datt í það á American Style drakk svona 10 stellur sóttir ekki bílinn sótti alls ekki bílinn fekk mér einhverja 2 hambúrgara Víkingur kom og hitti mig og við fórum á Fridays Smáralind og hittum Glæbáminn alveg rétt, þessa sögum á finning þannig að American Style finnst mér bara geggjað sko ég er með nostalgíu þar og heavy special í gamla daga þegar vorum úlingar, nýbyrjar að keyra ég veit það ekki já, þetta var gaman, þetta var skemmtilegt kvöld sátum með Tóna, Glæbámann og fleiri með einhverju fyllir vá, alvöru geggjað að hitta þetta hérna er einn að dissa frönsku staðin hans Frikador er hann ennþá til? Hann er ennþá sko
þau selja franskar með majónesi, þetta áhugavert ýmskona úrval af einhverju sósum sko, mér svolítið áhugavert hjá þeim að vera bara eitthvað, hei, förum í smá veitingarekstur ég veit, gerum frönskustað svolítið skrítið finnst mér svona ákvörðun þú veist, allavega hann, þetta eitthvað svona stútvilt að ferðamönnum þannig að þú veist, ég myndi segja authentic fries já, ég held að ferðamennirnir haldi þessu uppi, en ég held að þetta sé listin sko. Þetta samtalið góða listi sko. Þetta var skemmtilegu leikur þetta Reddit sko. Þetta líka svona Reddit geggjað já, ég fíla, það allir var svona næs þarna líka sko. en sko ég ætlaði líka að spyrja þau eitt álit komdu með það og þetta álitsgjafi já, ég er svona að taka púls á þér í þessum þætti ok, ég veit gauðra sem fari í veiðiferð já sem kannast við og einn gaurinn þar heyrir í mér áður en þeir fari í veiðiferðina og hann sagði, átt þú sveppi sem sagt svona magic shrooms magic mushrooms og ég beina honum í rétta átt maður þekkir alls konar fólk og svo ég spyr, hvað er það spá? Og hann eitthvað, það er koktelkeppni ætla hann að spæka veiðimennina já wow. og hvað ok, og hann, ég eitthvað, já ok, hvað já, ég ætla að láta þetta í koktelin sko, hann að það verður svona óvænt ánægja og við ætlum að vinna pleasant surprise, segi ég og já, þannig að þú guttirar smá, já hann eru menn sem eiga mörg börn og eru ótrúlega það eru basic einhverju sem eiga eftir að vera hamingið samverið með þetta, svo heldur meira hlutin verið brjálaði já, og sko ótrúlega svona basic gaurar, þú veist, bara vinna í venjulegum vinnum og eiga börn og fjölskyldur og svona, þú veist, bara mjög basic og allt í hennu, þú veist ætla hann að byrta þeim nema hvað að hann beilar á seinustu stund, hann þorði þessu ekki ég skil það líka mjög vel en það var eitt flugmaður og hann saði eitthvað svona já, svo náttúrulega ég testaði reglulega já, þetta er ekkert sleið í gegn sko. en testaði sveppi í flug já, ég held að þú getur alveg fundið fyrir einhverju andrið þar sko, ég myndi allavega ekki hætta að fá mig sveppi og mæta svo daginn eftir að 3 myndum eða 4 myndum eitthvað í flug þetta fannst mér alveg skemmtilega flugfólk, ekki sveppir Þannig þú guttirar ákvörðurna og þú guttirar líka náðu hætti við. Já, ég skil það mjög vel með því, þú veist, þetta er alveg, þú veist, þetta getur orðið vinslit, þú veist. Og sko, hann var með sko reykvél og sko svona laserljós og blastaði tónlist. Ég segi bara, ef ég fer einhvern tímann í gott sumafrí, þá bara hafði samband við mig 772-525 viti rest. Þið viti rest. Og þarna ég... Þú giska á rest. Og þegar, já, mjög öðvöld giska. Og þarna ég hafði samband við mig og ég skal koma með þér og fara í þetta reykvélapartí. Já, þú fer í veiðiferðina. Já, spækaði mig veiði maður. Já, og ekki segja mig hvenær. Ekki segja mig hvenær. Bara einhvern tímann í þessari ferð. Og finni fyrir breytingu. Já, hefur þú farið í veiðiferðar? Nei, þetta hefur ekki heilla mér, sko. Ég beila alltaf. Já, ég meiri verið boðið. Mjög mörgum sinnum. En þetta er einhvern veginn, þetta gerir ekkert fyrir mig. Það er svo mikið stúsi í kringum allt. Já. Sérstaklega, ok, tökum dæmi bara, þú veist, tökum dæmi bara lax, að fara í lax. Þú ert að fara í þessa vöðlur. Flugveiði. Þú veist, þú ert að vakna úslega snemma. Vakna 6. Eftir fyllir í, notabene. Eftir ekki að bölla fyllir í. Svo ert að klæði einhverju vöðlur, klæði þetta, svo verður mér heitt, mjög öðvitað. Það verður úslega heitt, það þarf að fara úr þessu vöðlum. Þú veist, svo eitthvað svona kannski ætla ég að fá meina síkó og ef mér síkó er til að pakka með ný, þú veist neðsta lægin á fötunum og það er að fara aftur og þú veist, alltaf sí úr einhverjum vöðlum, ég bara skilir þetta. Já, og svo líka veiðir sko, þeir hafa komið úr svo ferð þar sem engin veiðir neitt. Já, einmitt, stemmari. Ég myndi skjóta mig. Og svo ekkert mátt ekki gjamma og hátt, því það fælur í fiskinn frá. Og jafnvel ekki reykja, myndi kannski einhver svona pjúristi segja. Það eru mjög margir, ekki reykja við ána, best að fara við veginn, þannig að þá er alltaf að vaða með vöðlunar eitthvað upp við veginn. Þú veist, og svo myndi ég eitthvað mæta aftur, því ég myndi bara finna mig einhver stól og sitja bara þar. Svo er það gett dýrt. Já. Þannig að okkur ekki bara fara með strákunum í helgaferði í einhverja geggjaða borg. Og það er eins með þarna, það er líka eins með þetta lið sem er að fara, þú veist, á gæs eða rjúpu. Já. Þú veist, þú ert eitthvað svona að labba 10 kilometra. Þú veist, að finna eitthvað svo bara svo bara eitthvað, nei, ég tengi ekki þetta. Já, mörgum finnst svo gaman bara að drepa, held ég. Það sé sport fyrir svo mörgum. Já, þetta er
basic típan sem að býr, þú veist Urriðaholt uppi á Urriðaholti og já fær einhvern veginn útrásina fyrir þessu drepa því að þeir menn ekki að berja konuna og ekkert kynlíf á heimilinu lítið kynlíf, þú veist, þetta er típan sem að fyrir á hóruhús í utanlandsferðinni, í strákaferðinni 100%, þess vegna þorir hann ekki í þá ferð þess vegna vill hann bara vera í kofa með gagkinniðum vinum sínum hlöryggis og sem að mögulega geta orðað einhvers konar klámi og einhverju tímapunkt á fylliríinu kvöldið kannski í neyðinni já, sem að kenni naktir konað spinna nákvæmlega en þarna mér langar að fara í lof og last eftir smá pásu já, eða ekki? Komjú Komur aftur herri, við ætlum að fara í smá lof og last já ég ætla að rétta innbröðinu að skemmtilega event sem að mig á bóðin á eða viðburður sem er hérna, hann er reyndar ekki fyrir en 7. des en það er samt alveg að gera að tjekka á hann þetta er vínstúkuna þarf að vera með svona þetta er að sunnudegi og þetta að vera með svona hádegisveislu stendur í eventum að hætti margra Evrópu þjóða hvað meinaði með því? Ég fatt að það ekki alveg okkur langar svo til þess að blása til hádegisveisla hætti margra Evrópu þjóð what? Er þetta ekki bara eitthvað, þú veist, blæst ekki bara til veislu bara hádegismatur? Þetta er eitthvað aðeins verið að búa til nú erum við á þessu European Þetta sé ChatGPT texti Nei ChatGPT myndi potið vita að þetta sé ekki evrósk hefð en kannski er einhver útskýring fyrir þessu mögulega það sem að þryggja mögulega fleiri rétta máltíð þryggja réttamáltíð er borið fram með góðum vínum sem engangur er fáanlega hjá okkar í vínstúkunni Það ætla að bjóða til svona heimilislegar hátíð stemningu með dúkum borðum það er flott góðum mat og vínum þarna er bætt við og vínum og vínum en þó fyrst og fremst með snýstum að fólk koma njóti þess að deila máltíð saman ég segi fyrst og fremst nýtið til ég ætla að koma að njóta máltíð og detta í það já, og svona evróst já, þetta er svona verðilega European ég ætla að mæta með evróst, ég ætla að mæta henni að bláta ég ætla að mæta með svona European flag já, svona ESB-fílingur í þess þetta er þeir eru alltaf líka kratar þeir það er að tróða okkur eitthvað svona Evrópusamband skikk með ég hætti við er þetta áróður? Þetta er svona Evrópa-áróður svo mætti Kristján Frost og Þorgerður Katrín eitthvað svona, heyrðu með erindi? Nei, takk en allavega, en verðið stilt í hóf, þetta er 17.9 mann það er allt heila gímótjöð, mat, vín og stemningu ég segi og stemmingu já, sko 17 smá peningur sko meðalef, þú veist, með mat fyrir hádegi það er sko, já á kvöldin, það er einhvern veginn öðruvísi svona hugafar hjá mér allavega í hádeginu en það er glókst að gaman það er glókst stemning, en það er eins og þetta er dassi vel á ég efast það já, ég meina, ef maður er að fara að drekka þarna, þú veist, og þá kannski getur maður alveg verið að negla í sig þeir náttúrulega stilla verðinu, þeir náttúrulega selja 1 vínglas á 3 og 5 þannig að þú veist en það er ekki í víninni já, þá getur maður örugglega stólist í svona aðeins meira en hinn já, ég vona, svo myndaði mér það sem ég kann ekki alveg við já, af þetta vínstúku mjög vel uppstilt mynd af þeim feðgum vínstúku feðgunum já, og þannig er þeir með fullt af mat og víni evróskir og þannig er Óli Óla tróði sér eitthvað sem lítur út fyrir að vera brauðsteng við fyrstu sín já þú veist, eins og þessi svona tróði sér stórin dildó dildó, pulsa sem er svo bara eitthvað svona súrdesbrauð með haldandi vínglasi, mér er rosa blett á skirtunni fitublett og flagaraklút klútur já, hann að klúturinn þarf að víkja hann púlar hann ágætlega já, Óli reynda að púlar flagaraklútin ef það er einhvern sem púlar hann þá er það hann sko. já, rétt og hann er sonurinn gleitt á hann klófið sko, klófpungur já það þarf að fara svolítið varlega með það þetta er svona mennsbrett þetta finnst mér að ljósmyndarinn sem að var þarna við hefði þetta að segja, nú skulum við aðeins draga saman vinnur þegar þú ert sko gleiður og situr það er einhver stemning á þessari mynd sem ég kann ekki við, ertu sammála? Já, sko, klófið öskrar á mig klófið það gólar á mig hvar getur fólk séð þessa mynd? Klófin, þú er bara á þessum sunnudagsmatur og vín já, vínstúkun only fannst kallaði sig það er þetta svolítið gott en sko, klófið öskrar á mig mögulega það er ástæðan þetta er evróskur kynlífsklúbbur þetta er kynlífsklúbbur, eins og þarna kom Evrópan inn þarna kom þetta sko eini þá núverandi kynlífsklúbbur það er bara Óli og í fíling það er Óli og sonur hans
og bjóði vislu. Sérstugstamring en alltaf leið. Þegar menn sitja gleitt og það er svona, þú veist, og buxurnar fara svona færast ofar. Og sko ég sé munda fyrir. Þá verður sko pungurinn svo vel kraminn og augljós. Ég sé alveg munda fyrir þessu líkani. Já, ég meina, hann getur bara... Steina myndalegu maður alltaf á milli, þú veist, bara flott hjá honum. Og bara við mælum með honum ef hann er einhleipur. Nei, sem hann er ekki, sko. Já, ok. Þetta er bara allavega þessi klúbbur, kynlífsklúbburinn, Vínstúkan, alltaf halda partí 7. des, tekja á þessu. Ég ætla að byrja með lof. Já. Ég ætla bara að henda, ég held ég lofa þessum stað oft áður, en ég ætla bara að gera það. Ég fór að borða þarna á Airwave, svo ég glemdi að nefna það. Forréttabarinn. Alltaf næs. Alltaf solid. Ég fekk mér hrossasteik. Og hún var svo góð. Þeir eru þekktir fyrir hana. Já, hún er geðveik og náttúrulega humarsúpan. Eigandinn, hann er bara að renna. Já. Það er bara íslensku mælandi. Já. Eða allavega, bara allir tölu íslensku. Já. Og mér finnst þetta bara svo flott, gæðamerkið að eigandinn sé að taka þátt og renna bara með mat og eitthvað. Og góðum matur og við bara walk-in og hann redda okkur bara borði og þetta er bara forréttabarinn. Lof. Lof, forréttabarinn. Herði. Búið að kveikja á. Er jólaskreitingarnar komnar á við? Jólaskreitingunni. Nú mega jólinn koma. Nú má fara að dimma. Helgi, á veður. Flottur er hann Símon. Þetta er svolítið jólalegu staður. Það er mjög jólalegt, já. Ótrúlega flott. Lofa það líka. Já, lofa jólastemninguna viður. Þú með lof? Herru, ég er alltaf með eitthvað núgiðislega leðilegt. Allt er góður. Ég ætla samt sem áður að segja að ég lendi í smá atviki á laugardaginn. Já. Að þá sem sagt er ég döðþreyttur á leiðin í þetta partí á Antoine Fons og Brynjuskjaldar. Jú, fransískina hitting. Og það sem gerist er að ég einhvern veginn sko fatt að það var ekkert eins mikill matur og ég held kannski að það er þarna. Já. Sem er last. Ekkert snakk í skálunum. En það sem gerist er að ég ákvað bara að bruna á bílnum og fara að fá mér hamborgara. Og fer í lúuna aktu taktu. Hún getur verið helvítið Skúlagatan. Þegar maður er rétt að skapinu. Besti heimi, ég ætla að fara á eftir. En það sem gerist er að ég lít allt í einu, er ég eitthvað svona, ég ætla að líta þetta á ljósið á bílnum. Og að líta á þarna hvað mikið eftir á rafmagnabílum. 5%. Þannig að þú ert komin í klandur. Og nokkar kilometrar eftir. Svo sé ég bara lækka, verður svo kallt líka. Og ég bara, shit. Og það er ekkert grín ef að svona rafmagnsbíla. Nei, þetta er 200 skall. Það þarf að koma, það er ekki að draga rafmagnsbíl. Kvíðin sem fylgir þessu. Og þannig að þú veist þú þarft að hringi króku þarf að koma og þeir þurfa að fara með hann, þú veist, upp að næstu, veit það ekki, einhver stað þeirra að koma honum. Ég veit þetta sé mega vesens. Þú getur enda við stálega kiftir eitthvað svona, þú getur kiftir svona varadung. Sem er eitthvað sem ég ætti raun að vera að hafa. Já, bara fyrir róna, sem ekki. Bara fyrir peace of mind. Já, fyrir peace of mind, já. Herriði, en allavega ég næ að koma honum í næsta óanstuð. Ok. Og er bara ógeðslega feginn því. Og herra með hamborgaran og er líka ógeðslega smungur, ekkert búin að borða við daginn. Þannig ég er eitthvað svona bara, þú veist, ég er eitthvað svona að koma honum og hugsa bara svona, fuck it, ég stenda þetta er óanstöðum við Barónstík, við þarna Baróns, þarna í Sundulluna. Já. Herri, og þannig ég er eitthvað svona, er að borða hamborgaran, búin að setja Pepsi Maxi upp á húddið, eða upp að þakja á bílnum og er eitthvað svona að mynda snúruna til þess að tróða inn og svo fer ég bara óen appið og það bara búm og það bara kemur eitthvað svona undirbúningi fyrir hleðslu, svo kemur bara stopp. Og ég bara, fuck. Í bara 1% bara... vill ekki að hlaða og það kemur vegna ógreiðra reikninga. Og ég bara, what the fuckir, hvað er með því? Ofbeldi. Þannig ég fyrir heimabankan og ég er með neitt ógreiðna reikning eða neitt og það er bara eitthvað, heyru, ég hringi og það er bara einhver herrama sem að svara mér. Allavega hægt að hringja. Sólarhringsvakt. Það, lofa það. Og hann svarar og ég er alltaf með einhvern hamborgara og hann er ekki, við sem reyna að fiffa þetta, þú getur farið, þú verður bara að ringja mándaginn og láta leiðrétta þetta sem ég er búin að gera, en að þú getur farið samt inn á eitthvað app.þetta og ég er orðin bara, þetta er fucking vesen. Fucking up. Þú veist, ég stend með halvvétin hamborgara og það er bara eitthvað, og það er svona, ég að standa í þessu? Fucking up. Þú veist, eitthvað leiðin, ég átti eftir að fyrir styrtu. Setja e-mail, staðfestingakóðin. Og ég er bara, það er ógeðslega kalt úti og ég er með minn bara með Pepsi Max og það ekki á bílnum, hálflítan hamborgara í einhvernum sko ömurlegum íþróttagalla. Þú veist, það leit út eins og ég væri spýtsali. Já, þú veist. Og þarna ég,
þetta bara eitthvað að gjamma á hann, heyriði, hvað gerist? Ég bara appi virkar heldur ekki og það dreigja mig 3.000 skall samt í staðfestingu eitthvað. Já, sem ofta að vera eitthvað svona tryggingar eitthvað wow. Og ég bara eitthvað, af hverju vill þið ekki virka og eitthvað svona fer aftur og hringi aftur og hann eitthvað, já, ég skil ekkert og í þessu ég bara komin í ham og ég bara eitthvað, ég rétt með einhvern hálflítur hamborgara. Já, þú segir honum það? Já, gott að, með Pepsi Max á þakkinu hérna, þú veist að reyna að hlaða, mér er ógeðslega kalt, ég er alltaf sett í matabóð sem mér er búið í, bara ég get ekki staði, ég er svo heyri alltaf bara eitthvað Svenni og ég eitthvað í fússinu með held af þessum hálflíðna hamborgara heyri, þá það Guðjón vinur minn gamall vinur ekki, hann var ekki starfsmaðurinn nei, hann er að labba hann á leiðinni sund hann bara Svenni og ég ég hringi þetta smá og eitthvað, já, hæ, eitthvað og hann heyri, það er ekki sjón að sjá þig og ég bara, nei, það er ekki sjón að sjá þig ef þú bara vissir, skilur við og hann eitthvað, já, hvað, og ég bara, já, ég er með eitthvað ógræður já, bara eitthvað svo algjör lús er það og hann bara, herri, ég er með svona lykil ég er með lykil og ekki bara og ég bara, jú, takk eitthvað, herri, ég borgaði bara fyrir þetta bara gangi ég vel og svo svona farið vel með þig og ég eitthvað það er svo pirrandi að vera þetta var svo ömuleg staða sem ég var í og þannig að ég einhvern veginn fæði þannig óanleikilin frá honum, klára hamborgarum minn og leggast það heim en það sem er að ég var smugli fúsi fyrir þessu og smá botninum að ég hringdi og sagði bara mér senkar svona klukkutíma ég þarf að sitja hérna og drekka 3 light Þetta gallin við rafmagnsbíla, vissulega Þannig ég þurfti að ná mér niður og þarna hugsaði líka að nú er ADHD aðeins svo mikið því að þarna sko það er alveg aldrei síðan ég fekk að fá sænum ég þyrfti að fara að hlaða. Ég lít fram í því viðstöðulaust. Þannig að loði færi sig Guðjón, lastið færi í raun og veru bróan fyrir að bara leifa mann ekki að hlaða. En lof samt fyrir að vera með open solarisvakt og eitthvað þannig að en sko, mér finnst auðvitað er fólk að fara að hlaða og stundum í neyð og mér finnst svo mikið svona gíslataka að vera eitthvað, ef þú skuldar þú fari ekki að hlaða, ákveður ekki bara þú farið að hlaða, en við minnum að þú þurfa að borga annars sendum við innheimtu eða eitthvað skilur við, bara svo fólk fá allavega að hlaða þetta er lélegt en gerum betur Herðu, ég er með last ég er að fara í jólabóðum helgina hjá svona vinahópnum Herðu, í fyrra þetta er árlegt Er þetta skilnaði minnir? Já Og hvernig er mætingi þar? Þú veist bara rétt að innbara því Góð mæting og gömul hjón að mætast Nei, sko gömlu konu, fyrirverandi konurna koma náttúrulega ekki Já, það kom ekki Þetta er gauravinhópurinn Ég var samt að spæja að láta svona mynda þeim í ramma og svona kerti hjá þeim það er svona virðing en allavega, þetta er með dýrið á holtinu það sem að og í fyrra þá er pantaði matur hjá ekki Nómi en einhverju sambærilegu og þetta er svona jólapakkin hjá þessu fyrirtæki kalkunabringa eða eitthvað sko ógeðslega þurr það var allt einhvern veginn ömurlegt við hennar mat og ég borða eitthvað smá af þessu og segi fyrra í fússi ég ætla ekki að borða þannig mat aftur, ég er ekki að fara að borga 15 skall fyrir hennar ömurlega mat sko. Smá prinsip svo í ár þá var einhver nefnd þarna sem að ég veit ekki alveg með ákveða það að það er aftur svona og ég segi, ég er ekki að fara að mæta í hennar mat sko. ég ætla bara í IKEA í staðin eða eitthvað og lastið fær þessar ömulegu svona veislu þjónustu sem gera svona mat ég er sammála með nákvæmlega sömu stemningu alltaf sama shit og það er sko að vera með kalkunabringu og að reyna að haldinni heitri í einhver tíma garanteruð þurr bringa svo er eitthvað svona patei og þetta er bara alltaf same fucking shit og ömulegu matur, ekki góður ógeðslega dýr og ég segi bara nei, last á þetta það er ekkert mál þetta er last á veisluþjónustur á Íslandi í jólamatnum allt í lagi að hafa snittur einhverju fermingu eða eitthvað skilur við en þetta er svona borðhaldsmatur þótt að setja hans niður en er þetta ekki freka líka bara þá að lasta vínahópa þinn fyrir að vera bara ekki bara nógu frumlið til þess að gera þetta bara sjálf jú, af því að sko, núna náttúrulega er ég mikill matmaður og ég var bara, þú veist, ég get auðveldlega gert bara fullt af lambalærum þú gætir mætt með steikapönnurnar ég geti gert í alvörinni fullt af lambalærum bara low and slow í opninum auðveld misjón mætt bara með það, einhver gerir þú sæta kartöflur einhver kemur bara eitthvað mjög basic þeir treystu sér ekki í þetta
það er svo mikið vesen. Það út af því að búið að vera skilnaðarferli. Já, það er það. Það er álag. Og það er álagspunktur mikið. Það er álag og jólálagið náttúrulega, hver er með börnin og eitthvað, þú veist, og það drama. Já. Og þú veist, vonluleg stemming, sko. En líka, þú veist, að en ætlar það ekki að mæta? Ég ætla að mæta bara eftir matinn. Komi. Þú veist, bara prinsipmaður, þú ert prinsipmaður. Prinsipmaður. Og svo er þetta líka náttúrulega hlaðborð. Þetta er bara sett, ég veit það ekki. Og þeir eru allir með einhverja hryllingssögur að einu sinni var eitthvað svona Pálinubóð og fólk mætti bara með eitthvað og það var ekkert skipulag og maður er bara eitthvað, hei já, kannski. Gott, búið bara til þema þá. Bara, já, þeir eru með mig hérna. Þeir eru með mig. Ég get bara sagt hvað fólk á að koma með, hversu mikið mat. Fucking easy peasy, lemon squeezy, Japanesey. Þetta eru nöfru veiðimennir sem væri til að homma smá. Já. Joke. Þetta, ég spái, annars er svo mikið af single gaurum að það gæti endað í einhverju. Hvort það opnist eitthvað fyrir. Opnist fyrir eitthvað. 72, þú veist rest. Opnist fyrir raskat. Heyrðu, það er lastið. Þetta er lastið. Ok, þetta er, mér vil spila á þetta. Við erum bara búin að lofa lasta fara víðan völl. Já, fatlaðar. Við eigum ennþá svo mikið eftir að lista tala að við bara höldum áfram bara sem er fínt að þegar við þurfum að fara að taka mjög auka þætti. Já, þið fylgist bara með og spennandi í næsta þætti. Hvað kemur Svenni með? Mjög spenntur. Ertu að fara að fljúga eitthvað í vikunni? Já, ég er að fara að fljúga smá. Það er verið ekkert viðbörgt hjá mér helgina. Nei. Ég ætla mögulega kannski eitthvað sunn að kíkja og fá mér eitthvað að borða og gera eitthvað næs. Fyrir sjálf mig. Fridays? Já. Að chilla með, glæpa með? Já, ég er að vinna allan, ég er að taka heilan laugardag, alveg bara frá morgni til bara miðnættis. Já. Svona ekki eitthvað layover, cozy. Nei, þannig að það er bara, Já, ok. Þannig að það er ekkert mikið að frétta, en mögulega ætla ég náttúrulega ætla að fara að reyna að fara klippingu og þegar först, ég nefnilega lendi því, þannig, smá leiðilegt, ég átti að fara í klippingu í dag, bara snammið morgun, og fæ frá mínum hárgreiðslumanni og rakara, bara því miður ef einhver kemst ekki. Já, hann var veikur. Eyðilaði daginn. Já, þú búin að koma þér í þetta mindset. Já, bara nú verið úslega verið kliftur, ég er búin að vera að safna og ég er ekkert búin að snirta skeggi á mér, þú veist, eitthvað svona upp á bara. Af einhverju fagmanni? Ekki af fagmanni, bara til þess að þú veist að vera bara næs. Svo bara, það er að býða 2 dagar viðbót, er að vinna á morgun, þannig ég verið eitthvað svona ljótunni, þú veist. Já, og líka, þú veist, flugfreyja. Maður vill vera shining. Já, upp á 10. Herra, annars er ekki meira að frétta. Guð bless ykkur. Sammála, blessi okkur.